Þá erum við komin á blaðsíðu 2 í verkefnahefti númer 2. Þá eru hér 2 stutt verkefni númer 3 og 4 sem að tengjast áfram í ólíkum sögnum sérstaklega. Fyrst í númer 3 áttum við að búa til 3 setningar með svokallari samsettri umsögn. Við þurfum að þekkja það að umsögnin getur samt verið fleiri en eitt sagnorð. Þá er alltaf önnur þeirra eins og hjálparsögn og hin er þá aðalsögnin. Hjálparsagnar eru til dæmis sérstaklega sagnir eins og að geta, mega, hafa. Þetta eru nokkrar sérstaklega áberandi hjálparsagnir í íslensku. Líka til dæmis munu sem gefur þá til kynna eins og nokkurs konar framtíð. Það er mjög margt hægt að semja þarna en við þurfum þetta að þekkja að umsögnin getur verið samsett jafnvel úr 3 sagnorðum. Þess vegna til dæmis hefði getað farið gæti auðveldlega komið þá sem ein samsett umsögn. Því munum það, þetta telst alltaf sem ein heild. Þar af leiðandi er þetta þá saman, þótt þetta séu 2 orð, jafnvel 3, þá er þetta saman ein heil umsögn sem stjórnar þá öllu í einni setningu. Hér gerði ég bara 3 dæmi af handahófi, þar sem ég skáletraði þá umsagnirnar. Þá sjáum við til dæmis hér, hann hefur oft farið til útlanda. Við getum verið að séð samsettu umsögnina klofna og þá er það atviksliðurinn sem getur klofið þarna í sundur aðalsögnina sem við myndum að telja vera farið, það veri aðalsögnin sem lýsir meginverknaðinum og svo hjálparsögnina hefur. Hér getum við séð hins vegar venjulega samsetta umsögn sem þá ekkert búið að kljúfa. Hún getur komið hvenær sem er. Og svo í 3. lagi getum við séð þetta dæmi samsetta umsögn þar sem við sjáum annars vegar hjálparsögnina ætla og síðan þá aðalsögnina vera í nafnhætti. Ætla að fara heim í kvöld. Þetta er allt saman möguleikar sem við getum nefnt og þið auðvitað máttu semja sjálf ykkar 3 dæmi sem þurfa þá bara að passa inn í þessa grind að vera með hjálparsögn og aðalsögn. Í númer 4 þá áttum við að búa til 3 setningar með svokölluðum agnarsögnum. Við þurfum að þekkja þetta hugtak, hvað er agnarsögn. Við getum lýst því í stuttumáli þannig að það er sagnorð sem fær ákveðna og skýrari merkingu með því að taka með sér oftast atviksorð. Þá nær hún svona ákveðinni merkingarlegri heild, getum við sagt, eða verður sérhæfðari. Sjáum þessi dæmi sem ég hef hér og mér datt í hug, það mætti nefna mörg í viðbót, að þá eigum við líka að ná alltaf að geta vanalega langoftast að búa til nafnorð í kjölfarið sem lýsir þessum viðkomandi verknaði sem sögnin segir okkur. Sjáum hér, til dæmis, honum hefur farið mikið fram í náminu. Það er sem að þá agnarsögnin er að fara fram í einhverju. Og þá einmitt kemur nafnorðið út frá því framför, að það hafa orðið framfarir hjá honum, sem sagt. Þetta er dæmigerð agnarsögn. Sama í næsta dæmi, við tókum lagið upp í gær. Þetta er ákveðin verknaður að taka eitthvað upp og af því verður nafnorðið upptaka. Það þýðir sérstaklega í tónlist, sem að ná þá tónlistinni á band, eignast það á einhvers konar fast form. Það er þá að taka eitthvað upp og af því leiðir upptaka. Atviksorðið upp sett með sögninni að taka. Hérna er eitt mjög nýlegt dæmi agnarsögn. Þau höluðu niður efninu af netinu. Það sem að hala einhverju niður er mjög nýlegt dæmi orð og agnarsögn í íslensku sem þýðir þá að ná í efni á netinu og eignast það til dæmis inn á sína eigin tölvu. Af því leiðir líka nafnorðið niðurhal sem er þá stundar að ná í efni af netinu og eignast það inn á sinn eigin harðandisk til dæmis. Svo þetta er allt dæmi agnarsagnir. Við getum auðvitað nefnt mjög mörg dæmi í viðbót en þetta er allt saman skýr og góð dæmi það. Verkefni 5 var nú fyrst og fremst að raða upp og setja í rétta reiti alla helstu tengiliðina sem við einmitt þekkjum þá fyrst og fremst aukasetningar á en líka ekki síður aðalsetningar ef þær eru tengdar við aðrar aðalsetningar. Þetta er mjög mikilvægt atriði að læra og kunna vel og því þetta er lykillinn að því að geta fundið út hvers konar setningar erum við með í viðkomandi málsgrein. Lítum rétt yfir þetta. Fyrst er það aðaltengingarnar. Hér nefni ég svona þessar helstu aðaltengingar.
þar sem er algengast að sjá. Þetta þýðir sem sagt að við erum alltaf með eina móðursetningu í hverri málsgrein og það hlýtur að vera aðalsetning. En við getum sem sagt hengt aðra aðalsetningu við hana, þá notum við einhverja af þessum tengiliðum. Grunnmóðursetningin, hún auðvitað þarf ekki tengilið, því hún ekki að tengjast við neitt, hún stendur sjálfstæð. Svo það er eðlilegt að hún hefur engan af þessum tengiliðum, það er þá bara ef við sjáum aðra aðalsetningu hengjast við. Svo eru það aukasetningarnar og þær eru flokkaðar í 3 flokka, það er að segja fallsetningar og þá köllum við það falltengingar sem einkenna þær, tilvísunarsetningar og þá köllum við það tilvísunartengingar sem einkenna þær og að lokum atvikssetningar og þá er það atvikstengingarnar sem einkenna þær. Við þurfum sem að þekkja þessi grunnatriði því eins og við sjáum strax núna á þessari töflu í heild þá er tengiliðurinn sem að fyrsta orðið þá í viðkomandi aukasetningu eða þá nýrri aðalsetningu er lykillinn að því að þekkja hlutverk viðkomandi setningar. Það er mjög auðvelt að muna þetta eins og þið sjáið. Það er í sambandi við fallsetningarnar, þá eru bara þessir 2 möguleikar. Þær geta byrjað fallsetningar á tengingunni að, sem er þá skýringatengingin að, og síðan hvers konar hávaff orðum, svo kölluðum. Til dæmis hvenær, hvar, hvort, hvernig og svo framvegis. Það er auðvelt að muna þetta bara þannig að og hávaff orðin eru tengiliðir fallsetninga. Tilvísunarsetningarnar, þær byrja langoftast á sem, það er langalgengasta tengingin fyrir tilvísunarsetningar. Við getum séð í formlegu máli einungis að orðið er þá notað í merkingunni sem. Gætum okkur þó vel þarna, við höfum ekki rugla því á neitt hátt saman við sögnina að vera. Og þetta virkar ekki alls ekki eins og sögn. Við erum að tala hérna samtengingar. En þegar við getum sett sem í staðinn, að þá erum við greinilega með tilvísunartenginguna sem vísa þá til að þarna sé að byrja tilvísunarsetning. Þriðja lagi getum við fengið örlítið breytta mynd af sem þar sem við sjáum þar sem, þar sem að því er bætt við og auðvitað þá beinir umræðinni örlítið og annan vísa frekar til einhver staðar til dæmis sem eitthvað átti sér stað á. En það eru sem þessar 3 tengingar sem eru þá mögulegar fyrir tilvísunarsetningar. Og að lokum eru það atvikstengingarnar. Þær eru langflestar og flestir möguleikar í því sambandi og það er eins gott að skoða þá betur til dæmis í kennslubókinni Íslensku 1 á blaðsíðu 173 að þar eru nefndar mun fleiri tengingar en ég set hérna inn. Þetta eru svona þessar allra algengustu og við getum líka þekkt þær á því að þær eru margar eins og við köllum fleiryrtar, það er að segja fleiri en 1 orð, sjáðu til eins og þessa til þess að hún er með 3 orð en telst 1 tenging, dæmigerð þá svona atvikstenging sem við köllum fleirirt. Tökum síðan eftir reitnum hérna neðst, samsvarandi liður eða hluti. Við þurfum að skilja samspilið þarna á milli að við getum sagt að fallsetningar hægi sér eins og nafnliðir, að tilvísunarsetningar hægi sér eins og einkunnir og atvikssetningar hægi sér eins og atviksliðir. Hvað eigum við með því? Jú, að alls ekki merkingarlega en hins vegar staðsetningarlega getum við sagt í setningunni þá fer fallsetning á sama stað eins og við gætum sett eitthvað nafnlið, einfaldlega til dæmis eitthvað nafnorð. Tilvísunarsetning fer þar sem við gætum sett eitthvað einkunn, til dæmis bara eitthvað lítið lýsingarorð og atvikssetningin fer þar sem við gætum sett eitthvað atvikslið, það er að segja eitthvað atviksorð. Merkingin auðvitað breytist alltaf, en við getum séð þetta virkilega hanga saman hvað varðar staðsetningu í setningunni og hvaða pláss við getum sagt að sé mögulegt fyrir hverju og eina gerð aukasetningana. Þá erum við komin á næsta verkefni því síðasta á blaðsíðu 2, þar sem við áttum að greina textan í aðal- og aukasetningar. Það sem við gerum þarna er auðvitað að byrja á því að finna allar umsagnirnar og því að það skiptir svo miklu máli upp á að geta fundið út fjölda setningana. Það er alveg grunnregla, það eru jafnmargar setningar eins og umsagnir. En þá verðum við að muna eins og við ræddum áðan að umsagnir geta verið samsettar og þá telst það ein sameiginleg umsögn, svo þá er það ein setning sem henni fylgir.
Svo það þá líka að skoða vel auðvitað tengiliðina og muna leið að við hljótum auðvitað alltaf að vera með eina móður aðalsetningu sem í hverju einni málsgrein, svo einhver af þeim verður auðvitað sú. Svo auðvitað alltaf líka setningaskil á punkti. Það hlýtur að vera, punkturinn táknar það auðvitað að næsta málsgrein að byrja. Ef við skoðum þá bara snöggvast, getum við til dæmis litið hérna og við erum með þetta ansi margar samsettar umsagnir, skal segja, hefðir lokið, gæti komið, þyrfti að sofa, myndir koma. Þið sjáu það dálítið hérna af samsettum umsögnum sem við teljum þá bara sem eina heild. Annars erum við líka oft auðvitað bara með eina staka umsögn, sért, hélt, spurði og svo framvegis. Svo það líka mörg dæmi það. En sjáum þá hér, ef við tökum bara fyrstu málsgreinina, þá auðvitað endar hún hér á punktinum hérna. Við erum með 2 umsagnir, hér fyrst eina og hér síðan aðra, svo við hljótum hér að vera með 2 setningar. Þá einfaldlega þurfum við að skera úr hvar finn ég tengiliðin, hvar klofnar þetta í sundur. Við finnum hann örugglega fljótlega hér, að hér höfum við að, og eins og við höfum séð í töflunni fyrir ofan, þá byrja mitt fallsetningar á tengiliðnum að, þá hlýtur þessi að vera aðalsetningin og svo kemur fallsetningin hér í kjölfarið. Við getum auðveldlega fengið alveg upp í 3, þess vegna getum við fengið 4 setningar inn í einni málsgrein. Það segir okkur alltaf, fjöldi umsagnana segir okkur alltaf hvað við höfum hverju sinni. Til dæmis sjáum við hérna í næstu málsgrein að við höfum 3 setningar í einni málsgrein. Ég hélt þá aðalsetningin, svo fáum við fallsetningun í kjölfarið, aftur fáum við tengiliðin að þú myndir koma og svo hangir atviksetningin þar í lokin, þegar þú hefðir lokið verkinu, þekkjum það á tengiliðnum þegar. Skástríku auðvitað hér út í að það komin punktur. Í næstu fáum við aðalsetninguna fyrst, hann spurði mig, tengilið hér, hvort ég gæti komið, hávaff orð segir okkur að þetta greinilega fallsetning, en svo fáum við aðra aðalsetningu tengda hérna við með aðaltengingunni en ég neitaði, þá sjáum við að þá komin önnur aðalsetning í þessa málsgrein, en auðvitað þessi samt alltaf, getum við sagt, svo rétt hærri, móðursetningin, svo sem þá ekki með neinum tengilið í upphafi, hún byrjar og hún stjórnar hinar hanga utan í henni. Þannig koll vinnum við þetta verkefni smátt og smátt. Við getum kannski rétt aðeins skoðað dæmi til dæmis hér, sjáu þið, þar sem við fáum hérna daginn sem við hittumst, og hér fáum við nefnilega eina umsögn, og hér fáum við aðra, svo við erum sett með 2 setningar í þessari málsgrein, en við þurfum að sjá að hér nefnilega klýfur tilvísunarsetningin aðalsetninguna. Það í eðli tilvísunarsetninga að vilja alltaf vera beint við hliðin á þeim lið þá sem að hún tilvísunarsetningin lýsir, alveg eins og einkunnir vilja alltaf vera við hliðin á því orði sem þær lýsa. Þess vegna viljum við fá tilvísunarsetninguna beint hérna við hliðin á daginn, út við erum að lýsa deginum með þessari hérna tilvísunarsetningu og þess vegna klofnar aðalsetningin í sundur. Hún í raun og veru, daginn mætti ég of seint í skólan. Það hljómar að vísu svolítið undarlega þegar við segjum það þannig, en það hins vegar passar alveg, það þá aðalsetningin og tilvísunarsetningin fellur hérna inn í sem við hittumst. Hér getum við líka síðan séð til dæmis 2 atviksetningar hanga utan í hvor annari, getum við sagt. Það var, þá aðalsetningin, svo byrjar hérna ein aðalsetning hér, eins og ég gleymdi stað og stund, og svo önnur þegar ég hitti þig fyrst. Svo þið sjáið, það eru mjög margir möguleikar í þessu sambandi, auðvitað eins og við vitum, og það bara að gera að finna fyrst umsagnar, þá vitum við hversu margar setningar í viðkomandi málsgrein, finna svo aðalsetninguna og þá tengiliðina til að finna hvaða aðrar setningar hanga við aðalsetninguna upphaflegu.